við ætlum að halda áfram og Bragi Bjarnason kominn til mín. Við ætlum að fá fréttir frá Árborg, þarna ertu. Já, maður mættur hérna. Maður stundur svo rugglaður, ég ætla að fara þetta síman í gang. Þú ert á staðnum. Jú, það verður skammað ef maður myndi ekki geta komið hingað. Já, nákvæmlega. Herðu, velkominn. Herðu, takk fyrir það. Nóg framöndan? Herðu, já, það alltaf eitthvað í gangi og nú náttúrulega menningarmánuðurinn. Þannig að við vindum okkur bara kannski í næsta viðburð sem er helgina á Stokkseyri. Þetta verður svolítið skemmtilegt, þetta eru sjómannskonur, Jú, við höldum okkur svona aðeins í svona kvenréttinda fasanum þannig lagast, sem er bara mjög gott og erum við allir að fá nóg af því, nei, þetta mjög fjölbreytt, þetta semst þannig verið að ræða semst hana Þuríði Formann sem án og sögur sinna reykja hérna frá Stokkseyri og hérna sjókonur yfir öður og fáum hérna erlenda fyrirlesara, Dr. Margrét Elisabeth Wilson til að koma og sem er mannfræðingur kemur að heldur tölu þarna og Sigurbjörg Arnardóttir formaður vita félagsins og nordisk kústkultúr og Inga Fanny Egilsdóttir sem er stýrimaður. Já. Það koma semst og ræða bara svona sínar taka sikkora hliðina á þessu öllu saman. Já, það er ekki bara kallmenn sem eru stýrismenn. Alls ekki, það eru nokkra konur á sjó og ég hafi nú ekki neina staðfest að tölum það. En þetta byrjar semst á laugardaginn klukkan 2 og allir velkomnir á opið hús og kaffakonun og annars og leys. Í menningarverstöðinni á Stokkseyri. Þetta er semst í Hólmarasta salnum sem margir þekkja. Þetta er semst í frystihúsinu. Gamla, já. Og svo í lokin svona 5-leiti þá á semst að opna eða afhjúpa nýtt skilti við Þuríðarbúð sem er svona að þessu tilefni. Við vorum að endurnýja það var orðið svolítið afmáð og var heila valla hægt að lesa það lengur. Upplýsingaskilti þá eða? Já, þetta er svona upplýsingaskilti fyrir íslenska og erlenda ferðamenn. Já, það er flott. Bara settum það upp á nýtt og eru svona að fara að byrja að breyta þessu. Það verður bara gaman í þeim og síðan á sunnudeginum að halda áfram og þá á sem sagt áfram á Stokkseyri og þá verða tónleika klukkan 5 í orgelsmiðjunni á Stokkseyri og það sem sagt verið að minnast hans Páls Ísólfssonar tónskáld sem þetta frá Stokkseyri. Já, ég veit ekki alveg hvað hann er fætt eitthvað 1893, 12. október held ég eitthvað leiðis. Já, þú ert alveg með þetta hreinu. Já, ég held þetta sé nokkur rétt með. En það er sem sagt Douglas Abrotse og organisti og Hugi Jónsson, baritón, sem ætla að flytja verk eftir Pál Ísólfsson og fleiri og þeir sem sagt byrja í orgelsmiðjunni og svo eftir hlé fara þeir yfir í Stokkseyrakirkju. Hlaupa það niður? Já, hlaupa það niður og halda áfram þar. Þannig að það er svona smá skemmtilegt. Já. Skemmtileg uppsett. Það var allir í halaróðu. Það var allir í halaróðu yfir og svo það er sama, það er frýtt inn þarna og bóða upp á kaffi og kleinur í orgelsmiðjunni að tónleikum loknum, þannig að frábært. Þannig að þetta er bara mjög flott. Þetta er skemmtilegur menningarviðburður og hvernig fólk til þess að ég vera með í þessu. Já, bara ekki spurning. Það er það segja, þetta kostar ekki neitt og gaman að bara svona þetta er fjölbreytt. Við erum ekki með það sama í öllu. Þetta er bara ætti allir að finna sér eitthvað við sitt hæfi. Já. Málþingum sjókonur og tónleikar. Já, það hljómar mjög vel helgina. Herru, síðan á morgun erum við að halda upp á forvarnardaginn sem er svona formlega 2. október en vegna kennaraþings og annað þá svona heldur við upp á hann á morgun og þetta er svona tilengar svolítið 9. bekkingum og við tökum alla 9. bekkingina eða allan árganginn í Árborg og verðum með smá stöðar morgun. Þau byrja út í FSU og horfa þarna á vídeo og annað svoleiðis og svo fara þau á nokkra stöðvar svona saman og við blönduðum saman og það er svona verið að kynna fyrir þeim hérna þessu hlutin. Lögreglan, Samtökin 78, Björgunarfélagið, Ungmennafélag Selfoss og fleiri koma að þessu með okkur og bara flott samvinnuverkefni sem við erum að vera að vinna saman og efla forvarnirnar. Netið, við erum farið inn á það eitthvað? Við erum farið eitthvað inn á það, netið? Já, það tengist í rauninni, flest öllu þessu. Já. Þannig að það er eins góður viðkomið staðar á netið þá getur það líka verið stórhættulegt. Já. Við þekkjum það nú alveg. Bara eins og með marga aðra viðkomið staðir. Já, nákvæmlega. Síðan er bara svona fréttir af félagsmiðstöðinni, það er landsmót Samfés og Akureyrar og þar eru við að senda 7 ungmenni úr Selsiusraðan okkar. Þau eru að taka þátt með öðrum ungmennum á landinu þar. Já. Hittast og svona fræðast og svona sjá hvað hinn er að gera. Það verður haldið í sólinni. Já, það er ekki sól fyrir norðan eða? Það er alveg ekki sól hérna úti núna. Nei. En hún kemur aftur. Já, og þá vera fínt veður helgina fyrir norðan. Já, það er flott. Þá fyrir við þangað. Gott fyrir þau. Já. Og svo kannski svona bara flokk þegar við lokum og bókasamlinn okkar helst aldrei en það verður semst lokað á morgun vegna viðhalds og því tilefni alltaf starfsmenn líka nýta sér til smá námsverðar að fara að kynna sér nokkuð söfn og annars staðar. Þannig að það er lokað á morgun í bókasamlinn Selfossi en opnum aftur á laugardaginn klukkan 11. Nákvæmlega. Grípið upp bók í dag. Já. Grípið upp bók í dag, lokað á morgun. Já. Þetta er skemmtilegt. Einhverjar framkvæmdir, það eru nú einhverjar framkvæmdir á Fosseiðinni eða ekki? Jú, það er eins og bara hafa verið síðustu vikur, það er búið að fræsa upp á nokkrum götum og svo eru menn svona að vinna í því að malbika þetta aftur. Veðri hefur nú eitthvað svona alltaf smá áhrif þannig fólk þarf bara eins og í þessu öllu að vera þolinmótt ef það er verið að taka malbika eitthvað götur. Algjörlega. Og kannski svona bara í lokin svona listanum hjá mér, þá náttúrulega eru
Fjölnir og Selfoss eru í kvöldi í handboltanum í Dalhúsum, þannig að ef fólk í bænum þá getur að kíkta á leik og svo Mílan að spila hérna á morgun. Og þeir eru í topnum, á topnum? Já, þeir eru á topnum með þá. Þeir eru bara búin að vera helviti sprækir? Bara mjög sprækir. Þeir eru íþrótta svona lífið hérna hefur farið mjög vel á staði höst. Algjörlega. Að við hvetjum þessi lið áfram en stelpunir eru í fríið helgi, náttúrulega landslið er að keppa, þannig að við hefum okkar fulltrúa þar sem er að spila í Frakklandi í kvöld og svo er Laugardalshöll á sunnudaginn. Já, nákvæmlega. Við geta stilt á það líka. Svo er Ísland-Lettland á laugardaginn. Já, og þar hefur við náttúrulega líka okkar fulltrúa. Jú. Má ekki glemma því. Þeir eru tveir. Þeir eru tveir þar og viljum náttúrulega reyna að halda toppsætinu, þannig að vonandi vinnum við það. Já. Það er skemmtilegt. Hvernig fyrir leikurinn? Hvernig fer leikurinn? Það þarf að segja 2-1 eða? Nei, 2-0 sennilega. 2-0 fyrir Ísland. Fyrir Ísland, þetta. Jón Daði og Viðar með mörkin. Það megum ekki segja neitt hana. Nei, nákvæmlega. Þetta er flott útbúin á tæmapókan. Já, ég mun að tæmapókan. Takk fyrir hérna.